Já, komið sæl. Við sitjum nú hérna í miðju mjög víðáttumiklu lágþrýstings kerfi sem tegir sér alveg frá austurströnd Grænlands og til meginlands Evrópu og lægðamiðjan hún er að þoka sér í áttina til okkar, er upp að suðausturströndinni og þetta þýðir það að vindurinn fyrir aðeins að snúast til norðlægari áttar og þá ætti nú að fara að létta aðeins til hérna á Suður- og Vesturlandi. En við skulum líta á hitasviði, það nú fremur rólegt að litast þar en það sem mun helst gerast að með þessari norðanátt þá mun aðeins fara að kólna fyrir norðan en að samaskapi þá ætti að hlýna á Suðvesturlandi og Suðurlandi. Við skulum skoða hvað að gerast núna næsta sólarhringinn hjá okkur, það við sjáum hérna að úrkomusvæðið nú hérna við suðausturströndina en svo þegar líður á kvöldið og nóttina þá fer þessi norðanátt að koma inn og í fyrramálið þá kemur úrkomusvæði inn á norðanvertlandið og sem tegir sig síðan hérna inn á suðausturland þegar kemur fram á morgundaginn. En í fyrramálið þá verður þungbúið og einhver væta landið norðanvert og hitatölur einhvers staðar rétt undir 10 gráðunum meðan á Vesturlandi og Suðurlandi verður farið að létta verulega til og sólin farin að skína skært bæði í Breiðafirðinum og Faxaflóanum og hitatölur eru 13-14 stig en síðan þegar að kemur fram á morgundaginn að þá hækkar nú hitinn hérna og gæti alveg farið hátt í 20 stigin á Suðurlandi þar sem að verður hæstur og sólin ætti að ná að skína nokkuð skert hérna á suðvesturhorninu en áfram verður þungbúið norðurlands með einhverju vætutíð og skúraleiðingum á Suðausturlandi. Nú síðan á laugardagsmorgun að þá verður komin nokkuð hæg vestlæg átt hjá okkur, þungbúið á öllu landinu, hægur vindur og lítilsháttar skúrir á stöku stað. En þegar líður síðan á laugardaginn að þá fer vindur að vaxa á suðri og við fáum úrkomusvæði inn á vestanvert landið og fyrir að rigna á Reykjanesinu seinnipartinn en það ætti nú verður almennt þungbúið á landinu en lítilsháttar að væta annars staðar. Nú síðan á sunnudeginum að þá eru komið með ákveðna sunnunátt og það verður úrkomusamt bæði á Suður- og Vesturlandi en samanskapi verður þurrt á Norðausturlandinu og þar eru hitatölur farnar að hækka og sjáum það kannski fara í 20 stigin. En á mánudeginum verðum við síðan í inn í miðlæðarsvæði þannig að það verður þungbúið á landinu og það verður einhver vætutíð þá kannski einhver sunnan og vestanvert landið og hitatölur eru á þokkalegu róli. Ef við skoðum hvað að gerast í kringum okkur að þá er hérna óstöðugt veður, það rigning eða skúrir í Danmörku og Suður Noregi og Svíþjóð og Bretlandseyjum og almennt óstöðugt skúraloft hérna norðan til í álfunni en þegar við erum komin hérna niður í Miðjarðarhafinu þá heiðskýrt eða léttskýjað hérna á Balkanskaganum og hitatölur á uppleið og sömuleiðis fínasta veður á Ítalíu. Og ef við förum síðan að Atlantshafinu þá hæðarsvæði yfir Íberíuskaganum og þar skín sólin skært og þar líka mjög heitt og sömuleiðis í Suður-Frakklandi. Og síðan ef við förum til Kanaríeyja þá sumar og sól þar, það spáð heiðskýru verður þar og hitatölur nálægt 30 stigum í fremur rólegri norðanátt. Ef við förum vestur haf þá áfram þrumuveður og mikla skúrir hérna við Mexíkóflóa, það nú reynda farið að létta til hérna á Flóridaskaganum og sömuleiðis sólin farin að skína bæði í Washington og New York og morgun og áfram hlýtt og bjart vestantil. En við skulum enda þetta á kortið morgundagsins, það verður norðlega átt í kortunni á okkur þungbúið einhver væta norðan til en sunnan og vestanlands ætti að verða þurrt og bjart. Segjum þetta gott að veðri, verið sæl.